settur fundur nr. 1471 í bæjarstjórn Vestmannaeyja 17. janúar 2013. Mættir eru bæjarfulltrúarnir frá G-lista Elliði Vignisson, Páli Borgþórsdóttir, Páll Máni Jónsson og Gunnlaugur Grettisson og frá Vaflista, Páll Skeifi Ingvarsson, Jórunn Einarsdóttir og Sigurður Björk Böðvarsdóttir. Og við göngum beint í dagskrá, það er sem sé þessi áðurnefnda kynning á fagráðunum og ég ætla þá að flytja hérna skýrslu kynningu á umhverfis- og skipulagsráði. Meginverkefni umhverfis- og skipulagsráðs eru skipulags- og byggingamál, umferðarmál, náttúruvernd og umhverfis- og umferðarmál. Ráðið fer einnig með málefni landgræðslu og gróðurverndar og ráðið gerir tillögur til bæjarstjórnar afgreiðslu einstakra mála sem það fær til meðferðar. Í dag er ráðið skipað eftirfarandi nefndarfólki. Það eru aðalmenn Gunnlaugur Grettisson formaður og varaformaður Kristín Jónsdóttir. Aðrir aðalmenn eru Hörður Óskarsson, Drífa Kristjánsdóttir og Pétur Fannar Hreinsson. 4 af þessum 5 nefndarmönnum hafa setið í ráðinu frá 2006. Varamenn eru Margrét Rós Ingvarsdóttir, Valur Bogason, Ólafur Ásgeirsson, Björgvin Eyjólfsson og Hörður Ólafsson. Starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs eru þeir Ólafur Þór Snorrason, framkvæmdastjóri, Sigurður Smári Benjamínsson, skipulags- og byggingafulltrúi, Bjarni Ólafur Marinusson sem er nýráðinn verkefnastjóri sviðsins, Brynhildur Friðgeirsdóttir tækniteknari og Inga Hjálmarsdóttir þjónustufulltrúi. Ráðið fundar að meðaltali 2 í mánuði og voru fundir ráðsins árið 2012-2024 auk fjölmargra vinnufunda ýmsum málefni og voru þar skipulagsmál einkar fyrirferðarmikil á árinu sem líða sem einnig mun verða á komandi árinu sem er nýhafið. Á árinu 2013 verða helstu verkefni ráðsins skipulagsmál og það er aðalskipulag fyrir svæði H1A2 sem er í vinnslu. Þar er verið að breyta skipulagi í blandaða notkun við Strandveg, Skildegaveg og Norðursund. Það er fyrirhugað að setja í útboð nýtt aðalskipulag til næstu 20 ára. Nú var þetta skipulag gildi frá árinu 2002 til 2014 og er komið endurnýjun. Deiliskipulag í botni Eiðis, H2 svæði er í vinnslu. Þar er að ræða byggingarlóðir og bílastæði í botni. Deiliskipulag miðhluta hafnarsvæðis sem er í endurskoðun og deiliskipulag miðbæjar sem þarf að klára og halda áfram þeirri vinnu sem var unnið hér fyrir á síðasta og það síðasta ári. Í gatnagerð eru helstu framkvæmdir Vestmannabraut frá Skólavegi að Heiðarvegi, það er heildarendurbætur, Kleifarhraun, það er einnig heildarframkvæmd og svo Skólavegur að Strandvegi. Í bílastæðum er það annars vegar sem fyrirhugað Vestmannabraut 29-31, sunnan Hótels Vestmannaeyja, það er á að setja ca. 16 stæði samkvæmt áætlun og eins eins og á getur í friðaröfnum 30 stæði. Í göngustíg á Hellulögn er fyrirhugað að fara í vinnu frá Bárustíg að Kirkjuvegi, Kleifarhraun, það eru gangstéttir, Bessarhraun gangstéttir, Ofanlendis, Hamar göngustígar sem var kynnt hér við ítarlega og vel í ræðum bæjarstjóra hér fyrir 2 fundum síðan og eins endurbætur á gangstéttum almennt. Í opnum svæðum er annars vegar verið að tala Viktartorgið, það er framátt að þeim framkvæmdum og þeirri glæsilegu framkvæmd sem ráðum verið á síðasta ári og sem tókst vel og mjög að halda áfram með það og einnig er gert ráð fyrir að ný hellulögn og lýsing verði við Stakkagerði. Í Eldheimum er gert ráð fyrir áframhaldandi landmótur þar og svo Herrastalum, Malbygg og niðurföll við Stóra Dalsfallið. Varðandi stofnanir og endurbætur nýbyggingar sem eru í vinnslu þá er það félagsheimilið og leikhúsið sem er í endurbyggingu og enduruppgerð. Ráðhúsið áframhaldandi endurbætur, Eldheimar það er nýbyggingar eða dælistöðuna Eiði sem er nýbygging og svo endurbætur á skólalóðum. Auk áðurnefnda verkefna berast ráðinu fjöldi mála og umsókna og fyrirspurna og til að gera örlítið grein fyrir því á síðasta ári þá voru byggingarleyfi samþykkt fyrir nýbyggingar 22, alls 6.500 fermetrar og umsóknar byggingarleyfi minniháttar framkvæmdir voru 47 afgreiðslu. Ráðið úthlutaði 11 lóðum og í skipulagsmálum eru 12 mál í vinnslu og til afgreiðslu. Verkefni ráðsins lúta ströngum reglum sem unnið er eftir en þau eru einnig þannig mörgvaxin að ákvarðanir sem geta haft veruleg áhrif á einstaka bæjarbúa sem og lögaðala og því mikilvægt að vanda sitt verk eins og gert hefur verið og reynt að gera fremstu megni. Það er einnig ánægjulegt að sjá hversu vel íbúar Vestmannaeyjabæjar hafa áhuga á sínu nánasta umhverfi og metnað fyrir eyjunni fögru og þannig hafa þeir tekið mjög virka þátt í öllu því sem viðkemur skipulagsmálum í vinnu ráðsins. Vinnan í ráðinu hefur heilt yfir mjög góð og samstarf nefndarfólk til fyrirmyndar.
eins og áður sagði hafa nefndamenn margir hverjir setið lengi í ráðinu og því mikið reynsla og þekking þar innanborðs. Ég vil að lokum þakka nefndarfólki fyrir mjög ánægilegt samstarf á ég vil ekki segja bara síðustu 6 til 7 árum og einnig erum við með afbragðs gott starfsfólk á tæknideildinni sem hefur verið okkur mikið bakjað. Segja þessu yfir málefni umhverfis- og skipulagsráðs lokið og tökum við umræðu og þá verður í framhaldinu því boðið upp umræðu þennan lið áður við förum svo í næsta ráð. Vilja bæjarfulltrúar ræða það?